Allt frá upphafi olíualdar á Íslandi hafa verið uppi efasemdir að virk samkeppni ríki á eldsneytismarkaðnum. Framan af einkenndist markaðurinn því af miklum ríkisafskiptum, sérstaklega einkasölu á steinolíu, verðjöfnun og setningu hámarksverðs. Þó komu snemma tímabil þar sem samkeppni var virk. Á þeim árum var meðal annars Olíuverslun Íslands stofnuð árið 1927, HF Shell 1928 og Olíufélagið 1947. Í upphafi 10. áratugar aldarinnar voru gerðar margvíslegar breytingar á eldsneytismarkaðnum. Frelsi var gefið í innflutningi og hámarksverð og verðjöfnun var afnumin. Samkeppnislög tóku gildi 1993 en með þeim var lagt bann við verðsamráði og samráði við gerð tilboða. Samkeppnisyfirvöld lögðu þungar sektir á Skeljung, Olís og Olíufélagið árið 2004. Rannsókn samkeppnisyfirvalda hafði leitt í ljós að félögin höfðu átt í skipulögðu samráði sín á milli árið 1993 til 2001. Meðan samráðsmáli var til rannsóknar kom nýr aðili inn á markað, Atlantsolía. Fyrirtækið reisti fyrstu eldsneytistöðina 2003 og náði fótfestu á markaðnum. Guð blessi Ísland. Hrunið hafði umtalsverð áhrif á olíufélögin eins og önnur fyrirtæki. Árið 2008 tók Íslandsbanki yfir Skeljung og 2011 yfirtóku kröfuhafar N1. Nýir eigendur komu að rekstri félagana í kjölfari. Nýir fjárfestar eignuðust meiri hluta í Olís 2012. Innkaupafyrirkomulag breyttist í kjölfar hrunsins. Frá árinu 2012 hefur Statoil selt öllum innflytjendum helstu tegundir eldsneytis. Statoil leigir tollvörugeyma félagana og á hluta af eldsneytinu sem þar er geymt. Á árinu 2012 gaf Samkeppniseftirlitið út umræðuskjal þar sem lýst var fyrirhugaðri framkvæmd markaðsrannsókna samkvæmt nýfenginni lagaheimild. Þar óskaði Samkeppniseftirlitið eftir sjónarmiðum hvaða markað skyldi rannsaka fyrst. Í framhaldinu aflaði eftirlitið nánari sjónarmiða samkeppnisaðstæður á tilteknum mörkuðum. Í kjölfar þeirrar athugunar ákvað Samkeppniseftirlitið að eldsneytismarkaðurinn skyldi sæta rannsókn. Í júní 2013 hóf Samkeppniseftirlitið markaðsrannsókn á íslenska eldsneytismarkaðnum og stendur hún enn yfir. Í nóvember 2015 birti Samkeppniseftirlitið frummat sitt á því hvort til staðar séu aðstæður eða háttsemi á eldsneytismarkaðnum sem hafi skaðleg áhrif á samkeppni. Jafnframt reifaði eftirlitið hugmyndir mögulegar úrbætur. Sjónarmið bárust frá 22 aðilum. Frá því markaðsrannsóknin hófst hafa Costco og Krónan kynnt áform sölu eldsneytis við verslanir sínar. Costco stefnir að því að opna í lok mars 2017 og hefur fengið öll tilskilin leyfi. Reykjavíkurborg hefur hafnað því að breyta deiliskipulagi á lóð Krónunar við Fiskislóð og því er óvíst hvort áform fyrirtækisins verða að veruleika. Global Fuel Iceland hóf að selja eldsneyti á Reykjavíkurflugvelli 2015. Markmið markaðsrannsóknar er að koma auga og hrinda í framkvæmd leiðum til þess að bæta samkeppni og gera hana virka. Það er viðurkennt að virk samkeppni, hún knýr fyrirtæki til aukinnar skilvirkni, hvetur þau til þess að bæta rekstur sinn, hvetur til nýjunga og leið þá lægra verðs og betri gæða. Við getum hins vegar ekki gengið að samkeppni sem vísri, við þurfum að hafa fyrir henni. Það á sérstaklega við í fákeppnisumhverfi eins og við búum oft við hér. Þess vegna meðal annars þá hafa samkeppnisyfirvöld þetta hlutverk sem allir þekkja að stöðva brot og tryggja að þau endurtaki sig ekki. Samkeppnishindranir eru hins vegar ekki alltaf afleiðing af brotum. Þær geta stafað af skipulagi markaða, löggjöf og svo framvegis. Þess vegna er markaðsrannsókn mikilvægt og jákvætt úrræði til þess að ná fram úrbótum án þess að brot tiltekinna fyrirtækja endilega átt sér stað. Settar hafa verið reglur framkvæmd markaðsrannsókna. Í þeim er kveðið á að Samkeppniseftirlitið leggi rannsóknaráætlun fyrir stjórn eftirlitsins. Staðfesting stjórnar markar því upphaf rannsóknarinnar. Taka skal saman drög að niðurstöðu rannsóknarinnar í frummatsskýrslu. Skýrsluna skal birta opinberlega og geta þeir sem þess óskaf sent inn sjónarmið efni hennar sem skulu birt opinberlega. Eftir birtingu skýrslunar skal Samkeppniseftirlitið efna til opins fundar. Tilgangur fundarins er að fá fram frekari sjónarmið, meðal annars með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem þegar eru komin fram.
Því næst ákveður Samkeppniseftirlitið með hvaða hætti skuli ljúka rannsókninni. Ef niðurstöður leiða ekki til íhlutunar eru þær settar fram í skýrslu sem birt opinberlega. Bendi niðurstöður á hinn bóginn til þess að íhlutun kunni að vera nauðsynleg hefst undirbúningur andmælaskjals. Ef niðurstöður markaðsrannsóknar leiða til ákvörðunar íhlutun skal hún borin undir stjórn Samkeppniseftirlitsins. Mikilvægur liður í rannsókn Samkeppniseftirlitsins að setja fram frummat á helstu álitaefnum og birta það frummat opinberlega, svo öllum gefist kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Frummat eftirlitsins var sett fram í sérstakri skýrslu í nóvember 2015. Hér á eftir eru helstu atriði frummatsins rifjuð upp. Fjölmargar athugasemdir bárust við frummatið og þeim gerð skil í annarri samantekt. Samkvæmt frummati Samkeppniseftirlitsins verð á bifreiðaeldsneyti hærra hér á landi en í flestum vestrænum ríkjum. Jafnvel eftir að tekið hefur verið tillit til flutningskostnaðar og legu landsins. Hefur munurinn farið vaxandi og álagning á bensín á föstu verðlagi 19% hærra á hvern lítra á árinu 2014 en árið 2005. Álagning á dísilolíu hefur aukist enn meira eða rúmlega 50% á sama tímabili. En má nefna að álagning á hvern bensínlítra var hærri árin 2010 til 2014 en á árunum þegar samráð átti sér stað. Samkeppni takmörkuð á eldsneytismörkuðum í fleiri ríkjum og einfaldur samanburður dugar því ekki. Í frummatinu eldsneytisverð hér á landi borið saman við virkan samkeppnismarkað. Miðað við álagningu sjálfstæðra smásala og heildsölu álagningu í Bretlandi að teknu tilliti til flutningskostnaðar til Reykjavíkur, rekstur birgðartanka og dreifingu eldsneytisins. Á breska markaðnum virk samkeppni að mati þarlendra samkeppnisyfirvalda. Niðurstaðan að verð á bensínlítranum í Reykjavík sé allt að 14 krónum hærra en á virkum samkeppnismarkaði. Verð á dísellítra allt að 16 krónum hærra. Sé miðað við heildsölu álagningu á ytri suðureyjum við Skotland munurinn enn til staðar. Samsvarar hann 4 krónum í tilfelli bensíns og 9 krónum í tilfelli dísilolíu. Álagningin á aðrar eldsneytistegundir bendir til meiri samkeppni í sölu á þeim. Staðsetning eldsneytistöðva, afslættir og útsöluverð ráða mestu viðskipti. Á árinu 2012 voru 249 stöðvar á Íslandi og 1270 íbúar hverja stöð, eða mun færri en í öðrum löndum. Sala á hverri stöð var jafnframt miklu minni en í samanburðaríkjum. Stöðvum hefur fjölgað hér á landi en fækkað víðast hvar annars staðar. Há álagning á fákeppnismarkaði ætti að leiða til mikillar arðsemi olíufélaganna að öðru óbreyttu. Frummatið bendir þó ekki til að félögin hafi skilað umfram arðsemi árið 2001 til 2014. Á markaði þar sem samkeppni virk má vænta þess að fjöldi keppinauta og mismunandi kostnaður hafi áhrif á verðlagningu. Frummat bendir til að áhrif þessara þátta gæti ekki á eldsneytismarkaðnum á Íslandi. Olíufélögin starfa á öllum stigum virðiskeðjunnar. Þau flytja inn, geyma, dreifa og selja eldsneyti í smásölu. Færð rök fyrir því í frummatsskýrslunni að félögin hafi hvata og getu til þess að útiloka nýja keppinauta með því að neita þeim eldsneyti í heildsölu eða aðgangi að birgðarými. Vísbendingar að starfandi félög hafi nýtt sér birgðarými á tilteknum stöðum til þess að hindra innkomu keppinauta. Reykjavíkurborg telur að skipulagslög leggi ekki þá skyldu á sveitarfélagið að líta til samkeppnissjónarmiða við skipulagsgerð. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið telur hins vegar þá skyldu felast í markmiðsákvæðum skipulagslaga og reglugerða. Skipulagslög tryggja þannig ekki að samkeppnissjónarmið séu höfð til hliðsjónar í skipulagsmálum. Regluleg miðlun flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara á upplýsingum sem olíufélögin nýta til þess að reikna út markaðshlutdeild sína talin hafa skaðleg áhrif á samkeppni. Hugmyndin samhæfða hegðun byggir á þeirri tilgátu að á samþjöppuðum mörkuðum sé það afar líklegt að fyrirtækin taki mið af því að þau eru innbyrðis háð og öflug samkeppni skili þeim ekki ávinning. Því kjósi þau að samhæfa hegðun sína, ekki þó endilega með beinu samráði. Af samhæfingunni hlýst að í reynd verði markaðurinn eins og að á honum starfi aðeins eitt markaðsráðandi fyrirtæki sem stefnir að hámörkun hagnað.
Nauðsynleg skilyrði til að fyrirtæki geti viðhaldið samhæfðri hegðun virðast vera uppfyllt í sölu bifreiðaeldsneytis á Íslandi. Olíufélögin geta greint hegðun hvers annars og gripið til aðgerða gegn þeim sem víkja frá samhæfðri hegðun. Einsleitar vörur, mikið gagnsæi, áþekk kostnaðaruppbygging, einsleitt innkaupafyrirkomulag og stefnan eitt verð allt land auðvelda það. Það virðist einnig vera til hagsbóta fyrir fyrirtækin að taka þátt í samhæfingu því verðlækkanir auka vart markaðshlutdeild, enda geta keppinautar svarað samstundis. Afleiðing verðlækkunar væri því lægri heildarálagning fyrir öll fyrirtæki. Sameiginlegt eignarhald, eignatengsl og samstarf félaganna gera þau jafnframt háð hvort öðru. Væru aðgangshindranir litlar, kaupendastyrkur einstaklinga mikill og lítið gagnsæi á markaðnum, minnkuðu líkurnar á samhæfingu. Að mati Samkeppniseftirlitsins því ekki til að dreifa á markaðnum fyrir bifreiðaeldsneyti. Frummatið bendir til að olíufélögin samhæfi hegðun sína í smásölu bifreiðaeldsneytis. Þau efnisatriði sem styðja það mat eru eftirfarandi. Álagning bifreiðaeldsneytis há og hefur farið hækkandi. Því til viðbótar var álagning árin 2010 til 2014 sambærileg og þegar olíufélögin áttu í samráði. Verðbreytingar fylgja betur hækkun en lækkun innkaupsverðs og sýnast leiddar af ákveðnum olíufélögum. Jafnframt virðist ríkja meiri stöðugleiki í álagningu og markaðshlutdeild vegna sölu bifreiðaeldsneytis en tegunda sem seldar eru nær eingöngu til fyrirtækja. Frummat Samkeppniseftirlitsins að fyrir hendi séu aðstæður og háttsemi sem hafa skaðleg áhrif á samkeppni. Að mati eftirlitsins má rekja hátt bifreiðaeldsneytisverð og mikinn fjölda eldsneytistöðva til þessa. Aukin samkeppni myndi leysa úr læðingi krafta sem kæmu neytendum til góða. Til dæmis með skilvirkari rekstri olíufélagana sem stuðla myndi að lægra verði og eldsneytistöðvum myndi fækka í umhverfi virkari samkeppni. Úrbætur þær sem nefndar eru snúa að því að bregðast við samkeppnishindrunum sem frummatið leiðir í ljós. Þrennt skiptir þar mestu: samhæfð hegðun, aðgangshindranir og loks regluverk og framkvæmd stjórnvalda.